Velkomin, ég heiti Einar Örn Ólafsson og er stjórnarformaður félagsins og er ánægður með að sjá þessa ágætu mætingu hérna. Af því það er ekkert á borðunum, þá ætla ég kannski að vekja athygli á því að það er vatn og gos og kaffi hérna fyrir aftan, svona ef þið viljið grípa eitthvað áður en að dagskráin hefst. En ég ætla að byrja á því að leggja til að við fengjum Bjarney Önnu Bjarnadóttur til að vera fundarstjóra fundarins. Eru nokkur andmæli við því? Ég sé það ekki, svo við bjóðum hana velkomna. En ég sé að ég byrjaði áður en að hún settist, eða hún var hérna rétt á hann. Hún er hérna. Já. Ég þakka stjórnarformanni kærlega fyrir þetta og fundinum fyrir traustið. Ágætir hluthafar, stjórnarmenn og aðrir gestir. Ég vil byrja á því að leggja til að Jóhann Pétur Harðarson verði kjörinn fundarritari og ef ekki eru að gera athugasemdir við það, lít ég svo á að tillagan sé samþykkt. Glæsilegt. Tekin hefur verið saman skrá við hluthafa og atkvæði þeirra sem mættir fyrir á fundinum, svo sem lög bjóða og mættir fyrir hönd hluthafa sem samtals fara með 252.361.097 atkvæði, eða 36,05% af hlutafé félagsins. Vík ég þá máli mínu að lögmæti fundarins, en samkvæmt samþykktum félagsins er hluthafafundur lögmætur sé löglega til hans boðað án tillits til fundarsóknar. Og til fundarins var boðað með birtingu tilkynningar í fréttakerfi Kauphallarinnar 11. mars síðastliðinn og með auglýsingu í dagblöðum 15. sama mánaðar. Boðun var innan tilsettra tímafresta samkvæmt grein 75 í samþykktum félagsins og 88. grein laga hlutafélög. Fundurinn er því lögmætur og bær til þess að afgreiða þær tillögur sem fyrir honum liggja. Nokkur praktísk atriði áður en við höldum áfram. Þátttaka á fundinum er takmörkuð við þá sem sitja í sal hérna í Iðnó en streymti frá fundinum í gegnum heimasíðu félagsins og býð ég áhorfendur velkomna. Óski fundagestur eftir þess að fá að taka til máls undir einstökum dagskrárliðum þegar orðið er gefið laust eru þeir vinsælast beðnir að setja sig á mælendaskrá með handauppréttingu, gera grein fyrir sér þegar þeir fá orðið og eftir atvikum tiltaka að hverjum spurningu er beint. Nadine mun koma færandi hendi með hljóðnema svo þau sem fylgjast með í streymi heyri það sem framfer. Kosning einstaka liði verður framkvæmt rafrænt í gegnum hlekkin sem hluthafi fengi á miða sem afhentur var við innskráningu á fundin og leiðbeiningar á miðanum sem afhentur var en ef vandamál kom upp biðjum við fundarmönnum að láta vita og gengið verður í það mál að leysa úr því sem upp kann að koma. Og við munum opna fyrir hverja kosningu undir viðkomandi dagskrárlið. Þannig að eins og staðan er núna þá er kosningin ekki opin. Og ég vil benda fundagestum á fundagögn sem liggja á borðum og þar er einnig QR-kóði sem veitir aðgang að ársskýrslu félagsins. Að afgreiddum þessum formsatriðum er rétt að ganga til auglýstrar dagskrár. Og ég legg til að fyrstu 2 dagskrárliðirnir verði teknir saman og opna fyrir umræður fyrir dagskrárlið 1 og 2 saman að loknum erindum stjórnarformanns og forstjóra félagsins og atkvæðagreiðslu ársreikning félagsins fari svo fram í kjölfar umræðu dagskrárliðina. Ef ekki eru gerðar athugasemdir við þann hátt víkjum við að fyrsta dagskrárlið sem er skýrsla stjórnar starfsemi félagsins síðastliðið starfsár og Einar Örn Ólafsson, stjórnarformaður félagsins, fær orðið og gerir grein fyrir skýrslu stjórnar. Strax í kjölfar þess kemur Birgir Jónsson, forstjóri félagsins á svið og gerir grein fyrir rekstri ársins 2021, ársreikningi félagsins og því sem tilheyrir. Gjörðu svo vel, Einar Örn. Þakka ykkur fyrir. Fundarstjóri, ágætu hluthafar, starfsmenn og aðrir fundargestir.
Fyrstu mánuðir Flyplay HF í flugrekstri hafa sannlega verið viðburðaríkir og skemmtilegir. Innkoma félagsins hefur þegar haft jákvæð áhrif á innlenda ferðaþjónustu og sömuleiðis bæði aukið valmöguleika ferðaþyrstra Íslendinga, en einnig oft á tíðum gert ferðalag þeirra ódýrara. Allt saman mun þetta svo vaxa og dafna og verða meira á allra næstu mánuðum og árum ef að líkum lætur. Við lofuðum í upphafi að vöxtur félagsins yrði tempraður sem hann verður og jafnframt taktfastur. Reksturinn þó ekki alveg án áskorana. Starfsemi félagsins og afkoma ársins 2021 litaðist mjög af kórónuveiru faraldrinum. Við erum sjálfsagt öll komið leið á því að ræða það mál, en ástandið dróst heldur lengur en vonir stóðu til, með tilheyrandi búsifjum fyrir flestar atvinnugreinar, fæstar þó eins og ferðageirann og flugbransan. Tilvist faraldurins kom okkur í sjálfu sér ekki á óvart og við vorum vel undir það búin að takast á við þessa áskorun, en það verður að viðurkennast að eftirspurn eftir flugi tók heldur seinna við sér heldur en björtustu spár okkar gerðu ráð fyrir. Niðurstaðan var sú að tekjur félagsins árið 2021 voru ríflega $16 milljónir og tap ársins reyndist tæplega $23 milljónir. Eigið fé félagsins í árslok var $68 milljónir og sjóðstaðan 52. En Birgir Jónsson forstjóri mun kynna afkomuna nánar hér rétt á eftir. Þótt of snemmt sé að fagna endalokum COVID-19, þá hefur ferðatakmarkunum sem settar voru á vegna hennar víðast verið lyft og ekki annað að sjá en að ferðavilji fólks hafi sprottið upp jafn hratt og hann var kveðið niður fyrir ríflega 2 árum síðan. Við merkjum svo ekki að stríðið hörmulega í Úkraínu hafi haft veruleg áhrif á eftirspurnina á okkar mörkuðum, svo segja má að svo virði sem hefðbundnari tímar fari nú í hönd en verið hafa. Play leggur mikla áherslu á jákvæða vinnustaðamenningu og virðingu við starfsfólk sitt. Sömuleiðis það metnaðarmáli á félaginu að bjóða gott vinnuumhverfi og samkynhneigðshæf laun. Til allrar hamingju hefur okkur auðnast að laða til okkar frábært starfsfólk sem vinna bæði á skrifstofum okkar í Reykjavík og Vilníus og sem og í háloftunum. Umsóknir laus störf hjá félaginu eru jafnan margfalt fleiri en þau sem í boði eru, sem afskaplega ánægjulegt. Starfsánægja mæld hjá okkur annan hvern mánuð og hefur mælst mjög há í hvert sinn og starfsfólk Play langflest stolt af fyrirtækinu sínu. Fyrir allt þetta erum við bæði þakklátt og ánægð. Það hafa því verið okkur sár vonbrigði að samskiptin við verkalýðsforystuna hafa verið með þeim hætti sem raun ber vitni. Forsvarsmenn Play eru undrandi á ásökunum brot félagsins gagnvart starfsfólki sínu. Fyrir liggur að kjarasamningar félagsins við félög starfsmanna standast öll lög og alla skoðun. Enda hefur aldrei komið fram nein kæra eða formleg krafa eða kvörtun á hendur félaginu sem höndir á festandi vegna þeirra mála sem ræðir. Þó okkur vel kunnugt að verkalýðshreyfingin ekkert feimin við að höfða dómsmál ef talið að slíkt sé vanlegt til árangurs. Til dæmis hefur tiltekinn innlendur samkeppnisaðili Play fengið að kynnast í nýlega. Við ölum því þá von í brjóstu okkar að með tímanum muni afstaða forystu ASÍ til félagsins ná einhverju jafnvægi. Það hlýtur að líða því að öllum verið ljóst að Play gott íslenskt fyrirtæki sem hefur jákvæð áhrif á íslenskt samfélag með ýmsum hætti. Play félag sem greiðir sanngjörn laun og fer í einu og öllu að íslenskum lögum og starfar hérlendis innan ramma hins íslenska vinnumarkaðar. Enda merkjum við ekki annað en að íslenskur almenningur kunni vel að meta starfsemi félagsins og vöruframboð. Góðir gestir, Play var skráð í íslensku kauphöllina í júlí á síðasta ári á First North markaðinn. Þrátt fyrir veru okkar á þessum smærri markaði, þó hefur félagið alla tíð hagað sér eins og það sé skráð á aðalistan, svo félagið uppfyllir nú þegar allar þær kröfur sem gerðar eru til félaga þar fyrir utan ungan aldur sinn. Enda hefur okkur verið tekið vel og ýmist tölfræði útboð félagsins í fyrrasumar og veltu á markaði gefa til kynna að félagið eigi jafnvel heima í efstu deild. Félagið var 78. veltu mesta félagið á Nasdaq First North markaðnum á Norðurlöndunum í fyrra af 530 félögum þar. Play var í 7. sæti yfir þau félög sem flest viðskipti voru með að meðaltali á báðum mörkuðum Nasdaq á Íslandi árið 2021.
Dagleg meðalvelta með bréf félagsins í fyrra voru rúmlega 33 milljónir hluta. Engin ákvörðun hefur verið tekin að færa bréf félagsins yfir á aðalmarkaðinn, en eins og tölfræðin ber með sér, myndi félagið sóma sér mjög vel þar, svo það aldrei að vita hvað framtíðin ber í skauti sér. Ágætu fundarmenn. Flugfélagið Play tekur nú stefnuna upp á við og tvöfaldar flugflota sinn á þessu ári frá því síðasta. Þótt oftast séu einhver ský á lofti þá teljum við að framtíðin sé björt og raunar ágætisgigni nú þegar. Ekkert gott gerist þó án framúrskarandi hóps starfsfólks og stjórnenda og vil ég því fyrir hönd stjórnar og hluthafa nota þetta tækifæri til að þakka þeim öllu fyrir gott starf á árinu. En síðast en ekki síst vil ég fyrir hönd stjórnar þakka hluthöfum sýnt traust og stuðning. Takk fyrir. Góðan daginn. Birgir Jónsson heiti ég og forstjóri Flyplay HF. Ágætu fundarstjóri, kæru hluthafar og aðrir fundargestir. Eins og Einar Örn fór yfir, þá var árið 2021 svo sannarlega merkilegt í sögu félagsins. En það má segja að starfsemi félagsins hafa hafist fyrir alvöru. Starfsemin sem byggði þó á mjög sterkum grunni sem unnin hafi verið á 1,5 árs undirbúningstímabili þar á undan. Starfsemin og flugresturinn hefur gengið vel og viðtökur á markaði hefur verið vonum framar. Við erum vissulega meðvituð og þakklátt fyrir það að það er ekki gefið að fólk veldi sér þennan kost á markaði í þeim aðstæðum og þeirra óvissu sem ríkti á síðasta ári og það að 100.000 farþegar hafi valið Play segir allt sem segja þarf þörfina og öflugu lággjaldaflugfélagi á þessum markaði. Þetta sérstaklega merkilegt þegar haft í huga að félagi hóf starfsemi á miðju ári með mjög takmarkaða starfsemi og einungis helmingin að leiðakerfinu því hina mikilvægu tengi farþega vantaði. Á árinu rákum við 3 flugvélar og nýttum okkur sveigjanleika í leigusamningum og flugáætlun til að stilla framboða síbreytilegri eftirspurn sem sveiflaðist mikið vegna COVID. Sæta nýtingarhlutfall okkar var 53% og félaginu störfu 150 starfsmenn. Áhugavert að nefna að 44% farþega Play hófu ferðina erlendis og eru því ferðamenn á leið til landsins sem sýnir hversu mikilvægt Play og verður fyrir þjóðarbúið og alla ferðaþjónustuna. Þá erum við einnig mjög stolt af því að stundvísin okkar mældist 95% sem líka góðu mælikvarði á alla starfsemina og allt ferlið, innritun og allt slíkt sem ferðalagi með flugfélaginu fylgir. Við höfum haft að markmið að auka starfsemina duglega nú í vor þegar 3 flugvélar bætast í flotann og við hefum flug yfir Atlantshafið og tengjum Bandaríkin við Evrópu með stoppi á Íslandi en þá verður starfsmannahópur félagsins 300 manns talsins. Svona stórt verkefni eins og hefja flug yfir Atlantshafið krefst undirbúningstíma því að það tekur tíma til að koma sér fyrir á markaðnum, þjálfa áhafnir, fá öll tilskilin leyfi og annað slíkt og því gaman að sjá að við erum að auka framboð og starfsemina á hárréttum tíma nú þegar markaðir eru opnast og ferðavilji á hámarki beggja vegna Atlantshafsins. Það má því í raun segja að upphæða starfsemi Play hafi gengið mjög vel og lofi mjög góðu fyrir framtíðina. Ég einstaklega stoltur af þeim árangri sem samstarfsfólk mitt hjá Play náði á síðasta ári því að þessi árangur kemur ekki til af öðrum fagmennsku og metnaði að þetta gerist alls ekki að sjálfu sér. Okkur hefur hlotnast sjaldgæft og verðmætt tækifæri til þess að byggja fyrirtæki upp frá grunni með það að markmiði að það geti vaxið og dafnað til framtíðar, veitt farþegum góða þjónustu, verið ábyrgur þegn í samfélaginu og skila arði til hluthafa sinna. Í því samhengi verði ég að tala það áherslu sem við leggjum á að byggja upp heilbrigða og faglega menningu innan fyrirtækisins. Við trúum því að menning sé í raun það sem muni skila okkur árangri til framtíðar. Þetta sé ekki mjúkt mál, heldur alvöru rekstrarlegt forskot. Öll ný flugfélag geta leigt flugvélar og flogið af stað, en það starfsfólkið og hvernig það vinnur saman sem teymi sem skila raunverulegum árangri til lengri tíma. Þetta sérstaklega mikilvægt að fyrirtæki vaxtarfasa eins og Play og fjöldi starfsmanna hækkar hratt, svo ekki sé minnst á staðreynd að við erum með starfsmenn frá 10 þjóðlöndum á mismunandi starfsstöðum. Það því ljóst að rétta menningin sprettur ekki sjálfum sér og við erum að taka markviss skref til þess að hafa stjórn á þessu mikilvæga atriði og rækta þá menningu sem mun skila okkur sem mestum árangri. Þar má nefna vinnustofur, þjálfun stjórnenda og ýmsa stefnumótun að vinnu. Ef við snúum okkur að rekstrinum, þá var árið 2021 fyrsta rekstrarár Play og einkenndist af uppbyggingu
innviða og upphæðir ekstra og fjárhagslega ákoma endurspegla það að sjálfsögðu. Félagið enn í uppbyggingarferli og verður það auðvitað vissu marki þar til það nær stærðarhagkvæmni sem fylgir 6-8 flugvélum í rekstri. COVID, heimsfaraldurinn og aðgerðir sem gripu til að bregðast við útbreiðslu hans leiddu til röskunar á starfsemi félagsins og fjárhagslegri afkomu. Lausafjárstaða félagsins þó mjög sterk eftir 2 vel heppnaðar fjármögnunarlotur, annars vegar í loku útboði í apríl og síðar í hlutafjárútboði í júní. En heildarupphæðin sem safnaðist þá var 80 milljónir bandaríkjadala. Þessi fjármögnun tryggði fjárhagslega sterkastöðu félagsins svo að Play getur fylgt eftir viðskiptaáætlun sinni, byggt upp innviði og undirbúið flug til Norður af Ameríku nú í vor. Heildartap Play nam þó 22,5 milljón bandaríkjadala og helstu áhrifaþættir voru lægri tekjur vegna COVID-19. Play skilaði EBIT upp á 24,7 milljón dollara. Heildartekjurnar voru 16,4 milljón dala og af því voru farþegatekjur 11,7 milljón dala sem samsvarar 71% af heildartekjum Play. Hliðartekjur sem samanstanda af tekjum sem rukkaðar eru fyrir töskur, úthlutun sæta, sölum, borð og öðrum þjónustugjöldum námu 4,7 milljónum bandaríkjadala og voru 29% af heildartekjum. Heildarrekstrakostnaður Play nam 32,6 milljónum dollara og afskriftir voru 8,5 milljónir dala. Play lággjaldaflugfélag og því hefur verið lögð mikil áhersla á kostnaðareftirlit frá upphafi starfseminnar. Á heildina litið tókst að halda kostnaðinum í skefjum og af því erum við mjög stolt. Starfsmannakostnaður var lægri en áætlað var. Starfsmannakostnaður var lægri en áætlað var vegna þess að starfsfólk var ráðið hægar inn en gert var ráð fyrir en starfsmannakostnaður var 8,6 milljónir dala. Flugkostnaður var 18,3 milljónir dala að meðtöldu eldsneyti og losunarheimildum. Eldsneytiskostnaður var undir væntingum þrátt fyrir hátt eldsneytisverð vegna minni eyðslu sökum lægri sætanýtingar, áherslu á eldsneytisparandi verklag og minni framleiðslu. Eldsneytiskostnaður og kostnaður vegna losunarheimilda voru 8,8 milljónir dala sem rúmlega 21% af heildarrekstrakostnaði. Bæði verð á eldsneyti og losunarheimildum hækkaði umtalsvert á árinu og hafði neikvæð áhrif á Play. Afgreiðslu, lendingar, yfirflugskjöld og viðhaldskostnaðar eru stærstu kostnaðarliðirnir sem ekki tengjast eldsneyti og námu 5,8 milljónir dala. Dreifingar og markaðskostnaðar, þar með talið þóknanir til færsluhirða, voru 2,4 milljónir bandaríkjadala og tiltölulega hár á þessu ári vegna þess að Play var að kynna inn nýja áfangastaði sem kröfðust upphaflegar fjárfestingar í markaðsstöðu. Afskriftir voru 8,5 milljónir dala, þar af 7,5 dala tengdar leiguskuldbindingu. Nettó fjármagnsgjöld voru 3,8 milljónir dala. Gengistap var 1,9 milljónir bandaríkjadala og vaxtagjöld af leiguskuldum voru 2,4 milljónir dala. Kostnaði sem tengist þróun bókunarvélar, stofnkostnaði til að mynda skráningu flugrekstrarleigus og vörumerkjasköpum var eignfærður og nam 10,7 milljónum dala. Efnahagsreikningur Play nam 204 milljónum dala í lok árs en Play tók við 3 flugvélum 2021 og leiguskuldbinding var 117 milljónum dala. Óefnislegar eignir voru 10,7 milljónum dala og tengdust upphafi rekstrar, þróunarkostnaðar í upplýsingatækni og öðru slíku. Viðskiptakröfur og aðrar kröfur námu 6,8 milljónum dala, þar með talið skuld færsluhirðis. Sjóðstaða Play sterk eins og fyrr segir með handbært fé upp á 52 milljónir bandaríkjadala í lok árs 2021. Eigið fé nam 67,4 milljónum bandaríkjadala sem jafngildir 32,9% í eiginfjárhlutfalli. Langtíma skuldir voru 105 milljónir dala sem voru allar tengdar flugvélalegu og viðhaldsskuldbindingu. Skammtíma skuldir voru 31,4 milljón dala, þar af 15,1 milljón dala vegna flugvélalegu. Fyrirfram innheimtar tekjur voru 7,1 milljón dala. Við teljum að við höfum komið Play í kjörstöðu til að taka þátt í endurreisn ferðaþjónustunnar og í raun verða leiðandi kraftur í þeirri endurreisn. Frá vori nú 2022 munum við reka 6 flugvélar og fljúga til 26 áfangastaða beggja vegna Atlantshafsins. Með því að einblína á það að halda kostnaðins lágum og mögulegt hafa létta yfirbyggingu og nýta okkur nýjustu stafrænu tækni og þá staðreynd að við erum ekki föst í viðjum eldri og úreldra tækni eða dýrra innviða, þá erum við komin vel á veg að tryggja afkomu félagsins til framtíðar.
Þegar við svo bætum við hagkvæmustu flugvélunum sem völ á góðum langtíma kjörum og samhendum og faglegum hópi starfsfólk, þá má með sanni segja að framtíð Pleis skjanna björt og ég hlakka mjög til að takast á við þá fjölmörgu og áhugaverðu verkefni sem bíða okkar á þeirri vegferð. Takk hérlega fyrir. Já, hvað það? Ég þakka Einar Erni og Birgi kærlega fyrir þeirra erindi og gef nú orðið laust dagskrárliði 1 og 2. Ef enginn kveður sér hljóðs, upplýsi ég fundinn það að samkvæmt uppfærðri mætingaskrá mætt fyrir hönd hluthafa sem samtals fara með rétt rúmlega 50% af hlutafé félagsins, 50,43%. Og að svo búnu vík ég að tillögu stjórnar ársreikning félagsins sem að sjá á glærunni, en tillaga stjórnar hljóðar svo: stjórn Flyplay hf. Leggur til við aðalfund félagsins að ársreikningur fyrir árið 2021 verði samþykktur. Og ég ber tillögu stjórnar samþykkt ársreikningsins upp til atkvæðagreiðslu og atkvæðagreiðsla hefur verið opnuð. Bið ykkur að gefa merki ef það eitthvað vandamál sem þarf að leysa. Ef allir hafa lokið. Getur ekki birtu? Já. Hafa allir greitt? Já. Já. Nú? Þú græja það eða voru starfsmennir farnir sem að... Nei, við þurfum að gefa henni færi á að kjósa. Við bíðum á meðan leystir og þessu þannig að færi gefist á að nýta atkvæðisrétt. Komið. Já, lokum við fyrir atkvæðagreiðslu. Hann samþykktur með öllum greiddum atkvæðum. Næst á dagskrá fundarins 3. dagskrárliður sem ákvörðun hvernig skuli fara með rekstrarniðurstöðu. Félagsstjórn leggur tillaga stjórnar sú að félagsstjórn leggur til við aðalfund að ekki verði greiddur út arður til hluthafa vegna rekstrarársins 2021. Ég gef orðið laust tillögu stjórnar. Og ef enginn kveður sér hljóðs ber ég tillögu stjórnar upp til atkvæðagreiðslu. Atkvæðagreiðsla hefur verið opnuð.
allir lokið því að greiða atkvæði? Þið opnáttur. Nei, hún nærðu ekki sambandi? Óheppilegt. Símsambandið. Nei. Já. Jú. En niðurstaða liggur engu að síður fyrir. Tillagan er samþykkt af fundinum. Næst á dagskrá er kosning í stjórn félagsins. Samkvæmt samþykktum félagsins skal stjórn félagsins skipuð 5 mönnum sem kjörnir á aðalfundi til 1 árs í senn og eftirfarandi einstaklingar tilkynntu skriflega framboð til stjórnar áður en framboðsfrestur rann út 1. apríl klukkan 4. Þetta eru Auður Björk Guðmundsdóttir, Einar Örn Ólafsson, Guðný Hansdóttir, María Rúnarsdóttir og Skúli Skúlason. Þar sem fleiri eru ekki í framboði er stjórn sjálfkjörin og eru þessir einstaklingar því réttilega kjörnir stjórnarmenn félagsins til næsta aðalfundar. Ég óska stjórninni til hamingju og óska henni velfarnaðar í starfi. Hefur ekki að gefa henni gott klapp. En þess ber að geta að samkvæmt samþykktum félagsins er varamaður kosinn á aðalfundi til 2 ára í senn og fyrir liggur að varamaður í stjórn var kjörinn á síðasta ári og mun kjör varamanns því ekki fara fram fyrir á næsta aðalfundi félagsins. Að svo búnu víkjum við að næsta dagskrálið fundarins sem er kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarfélags og stjórn félagsins leggur til að Grant Thornton endurskoðun EHF verði áfram endurskoðandi félagsins. Ég gef orðið laust tillöguna ef einhver vill tjá sig hana. Fyrst svo ekki ber ég tillöguna upp til atkvæðagreiðslu og hún hefur verið opnuð. Já. Ég vandamál á borði 9. Það eru nokkru sem fara með atkvæði margra. Þannig að við gefum tækifæri til þess að ljúka atkvæðagreiðslu fyrir alla hluthafa. Þá lokum við fyrir atkvæðagreiðslu og tillagan er samþykkt. Næst er það næsta dagskrárlið sem er ákvörðun þóknun til stjórnarmanna. Fyrir fundinum liggur tillaga stjórnar sem sjá má glærunni hér fyrir aftan mig, en það eru lagðar til þóknanir til stjórnarmanna og þeirra sem skipa undirnefndir stjórnar. Tillagan er sú að mánaðarleg þóknun stjórnarmanns fyrir næsta starfsár félagsins verði ákveðin 317.000 krónur á mánuði, greiðsla til varaformanns verði 476.000 krónur á mánuði og greiðsla formanns 634.000 á mánuði. Þá er einnig lagt til að varamaður í stjórn fái greidda inngreiðslu að fjárhæð 317.000 og að auki 105.000 krónur fyrir hvert fund sem hann situr. Loks er lagt til að formenn undirnefndar stjórnar fái 65.000 krónur á mánuði og aðrir nefndamenn 45.000 krónur á mánuði. Ég gef orðið laust tillöguna. Kveð enginn sé hljóðs, þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Atkvæðagreiðsla hefur verið opnuð.
förum við að loka fyrir atkvæðagreiðslu og niðurstaða liggur fyrir. Tillagan er samþykkt. Þá er það næsti dagskrárliður sem er tillaga starfskjarastefnu félagsins. Stjórn hefur lagt fram tillögu starfskjarastefnu félagsins sem liggur fyrir fundinum. Starfskjarastefnan var aðgengileg á heimasíðu félagsins í aðdraganda fundarins og tillaga stjórnar er eftirfarandi. Stjórn félagsins leggur til að framlögð starfskjarastefna félagsins verði samþykkt ræða minni háttar breytingu frá núverandi útgáfu. Breyting felur í sér að stjórn sé heimilt en ekki skylt að setja á stofn langtíma hvatakerfi í formi kauprétta. Starfskjarastefnan er síðan meðfylgjandi á sérskjali. Ég opna fyrir umræður starfskjarastefnuna og gef orðið laust en vil bjóða Einar Erni, formanni stjórnar, orðið en hann hefur óskað eftir að fá að taka til máls undir þessum dagskrárlið. Gjörðu svo vel. Jú, akkurat stjórn félagsins leggur til að starfskjarastefnan verði samþykkt og ekki bárust athugasemdir eða aðrar tillögur innan tilskilins frestar að gera á því breytingu, en hins vegar fékk stjórn ábendingu fyrir skemmstu að þessi starfskjarastefna væri kannski ekki eins, ekki eins umfangsmikil eða formföst eins og kannski best gerist hjá félögum í Kauphöllinni og þá var farið í smá svona rannsóknarvinnu og við gátum tekið undir það að hún gæti verið betri. En af því að við vorum nú komin yfir tímafresti og í staðinn fyrir að fara í eitthvað mjög svona einhverjar umfangsmiklar aðgerðir þá er stjórn í sjálfu sér búin að semja uppfærða starfskjarastefnu sem að mun þó ekki formlega taka gildi þetta núna, þess að það er ekki hægt að kjósa hana en við erum að tilkynna, við munum leggja þá starfskjarastefnu fram að ári og að við munum starfa innan þess ramma þangað til. Og já, ég er með þetta hérna líka á. Ég er svona að henda upp helstu breytingum, en það er aðeins, þetta er svona nokkur ákvæði sem er tekið til hér, þar að segja, eitt er það er svona clawback ákvæði að ef bónusar eru greiddir út á grundvelli upplýsinga sem síðan reynast rangar, þá hefur félagið 12 mánuði til þess að afturkalla þá slíka bónusa og að öðru leyti er aðalega verið að svona formfesta með hvaða hætti þetta verður gert, þessar kaupaukar og síðan varðandi kauprétti að þá verði félaginu ekki heimilt að gefa út nýja kaupréttar áætlun án þess að bera slíkt undir hluta á fundinn, að það er þá tekið fram alveg sérstaklega í þessari uppfærðu starfskjarastefnu. En þetta er bara, þetta er bara eitthvað sem stjórnin hyggst leggja fram á næsta fundi og hefur tekið ákvörðun að starfa samkvæmt fram að því, en við getum ekkert kosið þetta. Þetta er bara svona til upplýsinga. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Einar. Að þessu sögðu og með vísan til þess sem kom fram í máli Einars Arnardóttur ber ég fyrir tillögu stjórnar starfskjarastefnuna undir atkvæði hluthafa og hún hefur verið opnuð. Við lokum þá
fyrir atkvæðagreiðslu og niðurstaða liggur fyrir. Tillaga stjórnar samþykkt. Þá erum við komin að hinum æsispennandi dagskrárlið önnur mál. Ekki bárust skriflegar kröfur frá hluthöfum að taka ákveðin mál til meðferðar á fundinum og það hafa önnur mál ekki verið löglega upp borin og dagskrá fundarins því tæmd, en ég vil gefa orðið laust varðandi önnur mál ef ykkur vill taka til máls. Svo ekki, en ef það ekki fleira þá óska ég sem fundarstjóri eftir heimild fundarins til þess að lesa ekki upp fundargerð fundarins að loknum fundi og ef ekki eru athugasemdir við það þá lít ég svo á að það sé samþykkt. Takk. Og ég óska jafnframt eftir umboði frá fundinum til handa mér og fundarritara til að ganga frá fundargerð fundarins og með sama hætti, ef ekki athugasemdir, þá lítum við svo á að það sé samþykkt. Að lokum vil ég þakka fundargestum kærlega fyrir að vera með okkur hér í dag og þeir sem fóru gegnum streymi með okkur sömuleiðis og segi hér með aðalfundi Flyplay HF 2022 slitið. Takk fyrir.